Áfram höldum við með föstudagsþáttinn og nú ætlum við að kíkja á örstutt viðtal við Geirmund Valtýsson sem var tekið á Græna hattinum en hann verður einmitt með tónleika á Græna hattinum eftir föstudagsþáttinn. Gjörðu svo vel. Já, við erum búin að koma okkur fyrir hérna á Græna hattinum og það eru að byrja tónleikar hjá Geirmundi Valtýsinni. Geiri, hvað er langt síðan að þú spilaðir bara síðast á balli? Balli, það er náttúrulega fljótt svarað, sko. Ég spilaði síðasta balli sem ég spilaði á með hljómsveit Geirmundar sem sagt, það var bara á Gamlárskvöld, á Mælifelli. Og þetta er rosalega langur tími, hvernig líður þér með þetta? Ég mér náttúrulega búið að líða allavega vegna þess að ég var nú svo óheppinn að ég datt á svelli og ökklabraut mig 12. janúar. Síðan gekk maður í gegnum sjúkrahúsvist bæði hér á Akureyri og eins á Krók og ég fór ekki út þaðan fyrir 9. mars, akkurat þegar allt byrjaði, ég slapp út. Og þetta er náttúrulega búið ömurlegt, maður bara hefði aldrei trúað því að maður ætti til að lifa þetta. Maður er eiginlega bara svona fangi í eigin búri heima og eins og maður er vanur að tala við fólk, fullt af fólki og nú bara hefur maður alltaf séð fólk. Það kingar kolli til manni ef maður mætir í bílum og svo bara búið, það þorði ekki eins og hringi mann. Nei, þetta er svona. En hefur einhvern tímann tekið svona langa pásu frá sviðinu eins og núna? Þetta var alls ekki ætlunin, sko. Ég var að segja mig frá mörgum þorrablótum og árshátíðum og síðan bara kom náttúrulega þessi veira og þá náttúrulega var ekkert þetta að gera og þetta er náttúrulega bara búið að vera, þetta er búið að vera bara þetta er bara búið að vera svona, það er ekki að tala um það. Það náttúrulega hafa allir tekist á við þetta núna, orðið að gera það. En hvað ertu búin að spila í mörg ár? Mörg ár? Þetta er náttúrulega viltu regna. Hvað varstu gamall þegar þú byrjaðir? Ég var 14 og 15 ára þegar ég spilaði á fyrsta ballinu. Það er nokkuð þetta er svona, þetta er byrjað 60 ár. Og einhver tímann stoppaði, er ekki allar helgar undir þér? Ég hef ekki stoppað fyrir núna. Nei, þetta er bara búið að vera endalaust, sem betur fyrir. Þurftir ekki nánast áfallahjálp núna í vetur? Já, ég náttúrulega var á sjúkrahúsi. Það var náttúrulega, ég gat ekkert gert. Það var bara að hugsað mig að yndislegum stelpum bæði hér á Akureyri og heima og sko ég get ekkert kvartað yfir því, það var bara svona. En hvernig er þá tilfinningin að vera sestur núna við hljómborðið og með nikkuna í rétt hjá þér? Ég vona að verði bara gaman í kvöld þegar við förum að takast á þetta. Ég ætla að spila nokkur lög á nikku og svo syngi nokkur lög. Það er náttúrulega ekki hægt að spila einhver geggjuð swinglög, sko, einn fyrir einn. Þess vegna er þetta bara rólegt. Ég á mikið að rólegu lögum og ég bara vona að verði gaman. Mér langar svo að vita, hefurðu tölu á því hvað þú átt mörg lög? Já, sko, stef er nú aðal, þú veist, sem hirðir þetta fyrir okkur, lagahöfunda. Ég á einhver staðar milli 170 og 80 lög, mér minnið það. Gæti ég flett upp í þér og bara beðum að telli? Nei, það er ekki hægt. Ég bara get það ekki, sko. Þau eru svo mörg orðin. En nú þurftir að velja fyrir kvöldi í kvöld. Hvernig var að velja úr þessum? Já, það var nú bara eiginlega býsna. Ég náttúrulega var að æfa mig í fyrrakvöld og gerkvöld og sunnudaginn ég bara tók þessi svo rólegu lög sem eru svona svolítið grípandi og vitalega hefur maður þurft að hafa söngkonu með sér í kvöld. Þú baðst mig ekki? Nei. Ég held að þú værir ekki svoleiðis, sko, í það. Ég hann bara villisa, ég byrst afsökunar á þessu. Við getum haldið aðrar, sko. Við erum að gera það einhvern tímann. En sko, þú ert sveiflukóngur. Hvernig er að setjast á og fara með öll rólegu lögin þín? Já, það heldur nú allir, sko, þegar ég var að byrja að senda, sko, í Eurovision og bara, þá held allir að ég gæti ekki samin nema bara swinglög, sko. Svo náttúrulega droppaði ég upp hana með einhver rólulög, sko, bæði syngna söng og vort í sandinn og þetta og þá eru það allir opaslega hissa, sko, hann getur sami svona lög líka, sko.
En ég hef nú verið heppinn með það, sko, ég hef verið heppinn, sko, þegar árin færast yfir, það færast alltaf árin yfir alla, sko, og þegar það skeður þá róast fólk, maður búin að kynnast því núna í þessu. Ég held að sko, ef ég hefði ekki kindurna mína frá á Geirmundsstöðum, þá veit ég nú ekki alveg nákvæmlega, sko, hvernig maður hefði verið bara heima, sko, á Krók. Ég held að það hefði verið eitthvað skrítið. Ég allavega, ég myndi ekki öfunda mínu af því, sko, að verða fyrir því. Já. En hvað tekur við núna? Veistu næsta gig? Ertu komið? Nú stærsta spurningin, sko. Ég náttúrulega búin að segja mig frá mörgum ammælum. Bara núna átti ég að spila í 70 ammæli hérna norður á Akureyri, núna 17. maí. Það var náttúrulega slegið af. Og hérna þegar kom fram að þetta yrði svona lengi, þessi lokun. Og síðan náttúrulega bara veit ég ekkert hvernig þetta, það er engin, sko, það er ekkert í gangi. Ekki nokkuð skapaðan hlutur í gangi. Bara í þjóðfélaginu, sko. Ég veit ekki, ég er alveg drullurhættur að þessi böll leggist af. Ég er drullurhættur það. Ég vona nú samt ekki. En ég er þá rosalega ógeðslega heppinn því þá hef ég spilað á síðasta ballinu mínu á gamlárskvöld, akkurat þegar ég var 75 ára. Já, er ekki góður endir. Já. En á hvaða lagi ætlar að byrja? Ég er að kveðja núna. Nei, þú ert ekki að kveðja. Á hvaða lagi ætlar að byrja? Já, það er nú bara það, hvort ég á að byrja og alltaf sé ekki ég syng þennan söng. Mér minni það. Hlakka til. Ha. Hlakka til að heyra. Gangið vel. Takk fyrir þetta.